Við höfum lokið gerð undirganganna og þessa fyrsta kafla Burknagötu sem að tengist Snorrabrautinu og búið að opna inn á þann hluta og það nú svona fyrst og fremst kannski tenging inn á bílastæðin sem eru á suðursvæðinu fyrir neðan við Læknagarð og þar en einnig reyndar tenging alveg upp á Gamla spítala og upp á Efrasvæði líka og þetta hefur verið svona meginþungi framkvæmdana hjá okkur í vetur og síðastliðið sumar ásamt því auðvitað eins og alltaf hefur verið að við höfum verið að grafa fyrir meðferðarkjarnanum sjálfum og við erum komin með bara yfir 90-95% af uppgreftrinum úr meðferðarkjarnanum, það er komið og það verið að grafa hér líka fyrir kjallara sem verður hér undir Sóleyjartorginu austan megin við meðferðarkjarnan og það mjög langt komið líka, komið ábyggilega 50-60% af því og við erum að áætla að vera búin með þessa jarðvinnu núna bara í mars sennilega því að við erum jú að stefna á að fara út með útboð til uppsteypu á meðferðarkjarnanum sjálfum núna í febrúar og þá það væntanlega búið að velja verktaka og semja við hann í mars-apríl og þá erum við að gera ráð fyrir að uppsteypa hefjist fyrir hluta næsta sumars. Samlega þessu þá höfum við í NLSH við höfum verið að auglýsa eftir mannskap og ætlum að bæta við okkar sérfræði teymi til þess að reka heildarverkefnið og sjá svona þessa stýringu á verkefninu en auðvitað koma margar verkfræðistofur og verktakar til með að vinna að verkinu enga á síður sem að fer þá í útboð en það svona verið að styrkja þennan verkkaupa hluta verkefnisins. Núna seinni hluta vetrar þá erum við eins og sagði þá erum við að klára þennan uppgröft úr meðferðarkjarnanum og bílakjallaranum en ásamt því að þá það ansi umfangsmiklar jarðvinnuframkvæmdir við Eyrberg og Geðdeildina og á því stæði það verið að lækka landið mikið svona vestan megin við Eyrberg og sunnan megin við Eyrberg og Geðdeildina og þannig að það fer svolítið af bílastæðum á þessu svæði og meðan á því stendur en bendi á að það alltaf mikið af lausum stæðum niður á suðursvæði og nýju undirgöngin undir Burknagötuna þau hafa náttúrulega stytt gönguleiðina og hjólaleiðina og gönguleiðina frá bílastæðunum og upp að starfseminni mikið en við erum það verið að fara að lækka landið 1,5-2 metra á þessu svæði þannig að það verða ansi svona miklar framkvæmdir í kringum Eyrbergið núna fram á vorið.